En gott fólk, áfram með smjörið. Það hefð hjá okkur í Siðmennt að fá einhverja frábæra utanaðkomandi mannesku til að halda svona fermingar ávarp og svona tala til og tala við þá sem að fermast hverju sinni. Og í ár fengum við engan smávegis gest og þið þekkið hann pottþétt öll af því að hann heimsfrægur á Íslandi og örugglega eitthvað víðar. Og það sem svo gaman líka við þennan mann að þetta einstaklingur sem hefur æft sig í því í mörg ár að vera nákvæmlega eins og hann og bara dýrkar það og við dýrkum það öll. Þetta að sjálfsögðu Páll Óskar Hjálmtýsson. Vertu velkominn. Gefum honum gott klapp. Yes, hommi. Yes, ég sem sagt hommi og ekki með það, ég elska að vera hommi. Ég bara mjög sáttur í eigin skinni, ég elska líkamann minn og ég elska starfið mitt og ég elska hvern einasta dag sem ég lifi og þess óska ég bara fyrir ykkur öll, grínlaust, alveg saman hvort þið séu hommar eða ekki. Ég bara óska þess að öllum geti liðið svona yndislega í eigin skinni með sjálfum sér, burt sér frá kyni eða kynhneigð eða kynvitund eða útliti eða húðlit, þjóðerni, stöðu, stétt, aldri, Instagram-lækum eða kílóafjölda, öllum ætti að líða vel. Mér þykir alveg svakalega væntu líka að hafa getað byrjað þessa ræðu á orðinu hommi. Vegna þess að ég man, þetta var orð sem við þurftum að berjast fyrir að fá að nota. Við þurftum að berjast fyrir því í almannarýminu, í fjölmiðlum og auglýsingum, í umræðum og blaðagreinum, á okkar forsendum og samkvæmt okkar skilningi á orðinu. Af því þegar þú ert stoltur af því að vera hommi, þá orðið hommi ekki ljótt orð. Alveg eins og ef þú ert stoltur af því að vera feministi, þá orðið feministi ekki ljótt orð. Foreldrar mínir höfðu alveg geðveikar áhyggjur af mér þegar ég kom út úr skápnum sem hommi árið 1987, þegar ég var 17 ára. Þau héldu að lífið mitt myndi fara til andskotans. En ólíkt því sem foreldrar mínir héldu, þá hefur kynhneigð mín ekkert með það að gera hvort ég kjósi að byggja lífið mitt upp eða rústa því. Ég nú þegar frjáls til að gera hvoru tveggja alveg nákvæmlega eins og mér sýnist. Ég gekk í gegnum mjög erfiðan kafla aldamótin 2000 og þetta ákveðin kafli sem ég vil aldrei endurtaka aftur í lífinu. En ég kaus að byggja lífið mitt upp aftur upp á nýtt. Ég enn þann dag í dag að byggja lífið mitt upp. Ég enn að skynja lífið mitt betur dag frá degi og ég ennþá að dýpka upplifun mína af því. Þessi vinna stoppar aldrei, þessi upplifun hættir aldrei og ykkar vinna hérna núna bara rétt að byrja. Þessi uppbygging á lífi mínu, hún hefur ekki baun með kynhneigð mína eina og sér að gera. Ég myndi aldrei gera þá kröfu til kynhneigðarinnar að hún gerði mig hamingjusaman eða sé lykillinn að velferð minni í lífinu. Þar með gæti ég nefnilega skellt skuldinni á kynhneigð mína í hvert sinn sem mér mistekst, í hvert sinn sem ég fokka upp og í hvert sinn sem mér verður á fótaskortur í lífinu. Kynhneigðin mín á betra skilið heldur en vera notuð sem afsökun fyrir öllum mínum bömmurum. Það skiptir mér hreinlega meira máli hvernig ég kem fram við fólk og hvernig ég kem fram við sjálfan mig. Það mjög mikilvægt að sjálfsvirðingin mín sé í lagi, að hún sé í jafnvægi. Og svo skiptir bara miklu máli hvernig annað fólk kemur fram við mig, hvar ég dreg línuna, hvar ég set mín mörk. Ef þau samskipti í lagi og í jafnvægi, þá skiptir mig heldur engu máli kyn, kynhneigð, kynvitund, húðlitur, þjóðerni, staða, stétt, aldur, Instagram-like eða kílóafjöldi.
Ég var spurður fram í þetta áðan ef ég fengi að fara í tímavél og hitta sjálfan mig þegar ég var 14 ára árið 1984. Hvað myndi ég segja við sjálfan mig þá? Og þetta kannski pínlítið svindl því ég veit núna að ég varð popstjarna, en þið hérna inni sem sitið hérna í salnum, þið vitið ekkert hvað þið verðið þegar þið verður stór. Sum ykkar kannski hafa ykkur hugmynd það og sumir eru kannski að trillast úr áhyggjum yfir því hvað þið verðið þegar þið verðið orðin stór. Ég var einn af þeim þegar ég var 14 ára, ég var að bilast úr áhyggjum yfir þessu, en ef þið eruð að trillast úr áhyggjum yfir okkur á þessu, hvað verður ykkur í framtíðinni, gerið mér þá bara einn greiða. Veljið ykkur ævistarf sem tengist áhuga málunum ykkar. Í hverju eru þið best? Hvað hafið þið mestan áhuga á í lífinu? Trúðu mér, veldu það starf, jafnvel þótt að borgi illa til að byrja með eða hljómi mjög ópraktískt. Ég hef nefnilega tekið eftir því á fólki í kringum mig að þeir sem vinna við það sem þeir eru bestir í, þeim gengur venjulega mjög vel í lífinu. Ég hef líka sagt ykkur eitt leyndó að þegar ég var 14 ára þá vissi fólk í kringum að ég hefði verið að hæfileika, það vissi alveg ég geti sungið sko, en ég var samt mjög ólíkleg popstjarna. Ég vissi ekkert að ég var að fara að gera pop, ég vissi að ég yrði listamaður en ég vissi ekkert í hvaða listgrein ég myndi fíla mig best og hvar annað fólk fílaði best að sjá mig. Þannig að nú ætla ég að gefa ykkur smá púnta. Það sem ég er að fara að segja ykkur og það sem ég er að fara að segja við 14 ára strákinn í mér, það gæti nefnilega komið ykkur líka að gagni. Jafnvel þótt þið hafið engan áhuga á því að verða popstjörnur eða hommar. Passið bara að taka bara til eitthvað það sem ykkur gæðjast að, það sem virkar fyrir ykkur, takið bara það sem þið fílið, notið það og látið annað bara liggja milli hluta. Ekki eyða tíma í að pæla bara í því sem þið eigið ekki sameiginlegt með mér. Af því ef við loksins hættum að pæla bara í því sem við eigum ekki sameiginlegt og förum að spá aðeins betur í alla þá hluti sem við eigum sameiginlega, að þá verður þessi jörð miklu betri staður til þess að búa á. Ef ég myndi hitta sjálf mig þegar ég var 14 ára, þá myndi ég byrja á því að faðma sjálfan mig. Ég myndi faðma þetta barn. Ég myndi faðma þennan ungling. Eins og ég kann að faðma fólk í dag. Ég lærði ekki að faðma fólk fyrr en ég var komin á tvítursaldur. Mig vantaði þetta faðmlag þegar ég var barn og unglingur. Og ég er alveg til að gefa sjálfur mér þetta faðmlag núna. Mjög lengi. Ég myndi faðma mig, ég myndi segja mér að draga djúpt andan, inn, halda niður í mér andanum og svo á útönduninni að þá myndi ég bara byrja að ranta við þetta barn. Fullorðni ég myndi bara ranta við þetta barn og rantið verður einhvern veginn svona. Hafðu engar áhyggjur, þetta verður allt í lagi, þú verður allt í lagi, þetta fer allt saman eins og það á að fara, bara aldrei eins og þú vilt að það fari. Þetta fer samt vel og þú getur samt alveg verið alveg rólegur og alveg slakur. Það er ekkert að fara að gerast eins og þú heldur að það sé að fara að gerast. Allir þínir hæfileikar og allur þinn potential og allir þínir möguleikar í lífinu verða mögulegir, draumarnir þínir munu rætast, með ógeðslega mikilli vinnu. Ógeðslega mikilli vinnu. Lærðu á þetta píanó, lestu þessar ljóðabækur, farðu í þessa danstíma, jobbi sem þú ert að fara að gera verður mun auðveldara ef þú fucking æfir þig og þjálfar þig út í eitt. Af því allt í einu þá ertu farin að gera stöf sem er ógeðslega erfitt fyrir margt fólk að gera, en þú getur gert það á þess að blása úr nös. Þar með þú búin að finna ævistarfið þitt. Og mundu það að þú getur átt mörg ævistörf.
Við höfum ekki bara einhvern einn höfuð hæfileika, heldur marga. Það skiptir engu máli hvað þú ert hæfileikaríkur. Hæfileikar eru bara fræ. Fræ þurfa mold og næringu og rigningu og sól. Og líka hvatningu. Ég var svo heppinn að ég fékk hvatningu. Hvatningin var mín rigning og sól. Ég óska þess núna að allir hérna inni fái hvatningu, öllum stundum ævilangt. Það þarf líka að rækta hæfileikana, allir þurfa þjálfun, allir þurfa að æfa sig og þeir sem sjá síðan hæfileikana sinna blómstra eru þeir sem drullast til þess að mæta á æfingarnar. Enginn losnar undan vinnu, ekki heldur hæfileikaríka liðið, þau vinna harðast. Allir þurfa að vinna, bæði fyrir salt í grautinn og svo þarf að vinna í sjálfum sér, bæði líkamlega og andlega. Ég mæli með því að allir vinni bæði líkamlega vinnu og andlega vinnu. Þeir sem hafa gengið í gegnum mjög erfiða andlega hluti verða líka að vinna í þeim með fagfólki, sálfræðingum eða fólki sem veit hvað þeir eru að gera. Það er til hjálp. Enginn er einn. Allir fá verkefni í lífinu, enginn sleppur undan verkefnunum. Þú getur alveg leyst öll þessi verkefni sem þú færð í lífinu ef þú hefur rétt attitude til þeirra, ef þú passar á þig að fara ekki í fílu. Þú getur leyst öll verkefni með góðu viðhorfi og góðum viðbrögðum. Takk þessi verkefni þegar þú koma, feysaðu þau, ekki forðast þau og kláraðu þau. Ég myndi líka segja 14 ára sjálfum mér hvað ég væri beautiful. Ég myndi segja mér að ég sé með fallegt andlit vegna þess að mér fannst ég sjálfur vera ljótt barn. Ég þróaði nefnilega með mér fullkomnunar áráttu þegar ég var barn og unglingur og ég þróaði líka með mér dómhörku. Fullkomnunar áráttan og dómharkan eru gallar eða sjúkdómseinkenni sem ég vil losna við. Þetta er það sem ég þarf að vinna í á hverjum einasta degi. Ég hata þessa galla, ég hata að vera með þetta og ég vil ekki vera með þetta í heilanum á mér. Ég er alltaf að hakka mig í spað, alveg sama hvort ég stend mig vel eða illa í lífinu. Ég dæmi sjálfan mig og allt sem ég geri alveg ógeðslega hart og illa, jafnvel þegar ég geri eitthvað perfekt, eins og þessa ræðu hérna. Þetta er hræðilegu staður að vera á. Ég vil ekki vera á þessum stað. Sem betur fyrr, að ég er búin að vera að vinna í þessu með sálfræðingum og fleira góðu fólki, þá er ég búin að læra það núna að það er allt í lagi að vera vandvirkur og vilja gera eins vel og flott og maður mögulega getur, en vandvirknin má ekki stjórna ferðinni og því síður reyna að hafa áhrif á útkomuna. Fullkomnar árátta fyrirgefur nefnilega ekki neitt og hún hefur engan húmor. Og þess vegna truflar hún alla sköpun. Ég vil ekki lengur dæma mig hart. Ég ætla að fara að gera akkurat öfugt. Ég vil byrja að lesa mig rétt. Hætta að dæma mig hart. Byrja að lesa mig rétt. Nú ætla ég að sleppa tökunum á faðumlaginu við Palla 14 ára og segja honum bara að fara út að leika sér og vera beautiful að ég veit hvernig sagan hann fer. En hér inni er salur fullur af 14 ára fólki sem veit ekki hvernig sagan fer. Nú byrjar stuði hjá ykkur. Þannig að hjartanlega til hamingju með borgarlegu ferminguna hér hjá Siðmennt og megi ykkur vegna vel í lífinu. Ég get bara að lofa ykkur einu, þetta verður ógeðslega gaman og passið ykkur bara á einu. Bannað að fara í fílu. Takk fyrir.